Komið sæl, ég heiti Tekla og ég læknir. Ég kalla mig lífstílslækni en í dag ætla ég að tala kvenhormón og efnaskipti. Byrjum á því að rifja upp það helsta. Góð efnaskiptaheilsa endurspeglar jafnvægi í orkustjórnu líkamans og tryggir að frumurnar fái þá orku sem það þurfa til að sinna sínum verkefnum. En efnaskiptaheilsa skiptir sköpum á öllum lífskeiðum kvenna. Líkaminn svo ótrúlega snjall á tímum þegar hann vill ýta undir vöxt og þroska, svo sem við kynþroska eða meðgöngu, þá stillir hann sig af og fer í svona heilbrigðan orkusparandi ham sem tryggir honum næga orku fyrir vaxtartímabilið. Þetta ýfir upp hungur en á þessum tíma einmitt innbyggða markmiðið að safna orku. Þegar stúlkur gangi gegnum kynþroska markmiðið einnig að byggja upp heilbrigðan fituforða undir húð, en hann nauðsynlegur fyrir frjósemi. Nægar orkubirgðir eru mikilvægar til að geta borið og fætt börn, en frjósemi minnkar einmitt ef næringarstatus ófullnægjandi. Og meðan kona frjó, sveiflast hormónin í takt við tíðahringinn, sem hefur bein áhrif á orku hennar, efnaskipti og þar af leiðandi þarfir á hverju stigi. En reglulegu tíðahringur í kringum 28 daga gefur ágætis vísbendingu, ekki bara frjósemi heldur einnig heilbrigð efnaskipti. Og ef þú ert ekki þegar búin að kynna þér árstíð tíðahringsins, mæli ég eindregið með því. Það hjálpar þér að skilja betur hvernig líkami þinn, nú eða systur þinnar eða mömmu þinnar, eða kærustu, hvernig hann starfar og hvað hann þarfnast að hverju stigi. Algeng merki að efnaskiptaheilsan gæti þurft auka stuðning eru óreglulegar blæðingar, en sem svo sem eðlilegt fyrstu árin eftir að blæðingar hefjast. Fjölblöðru og eggjastokkaheilkenni eða PCOS, orkuleysi, akne á fullorðinsárum, brúnleitar flauelskenndar húðbreytingar sem oft að finna undir höndum og aftan á háls, minnkuð frjósemi, þyngdaraukning, sérstaklega mittið og athuga fitubjúgur af öðrum toga og sennilega efni annað erindi, en þá safnast fitan helst svona yfir rass og læri. Meðgöngu sykursýki og meðgöngu háþrýstingur. En að þekkja þessu einkenni fyrsta skrefið til að bregðast við og vinna að breytingum sem hjálpa þér að byggja upp betri heilsu og afstýra frekari heilsuvandamálum. Breytingaskeiðið sem hefst alltaf 10 árum fyrir tíðahvörf og marka smá saman brotthvarf kvenhormóna oft krefjandi tími fyrir marga konur. En þessir hormónar ekki aðeins mikilvægir fyrir frjósemi, heldur einnig fyrir góða beintétni, heilbrigðan vöðvamassa og heilaheilsu. Í góðu jafnvægi gefa þau okkur meiri orku, auðvelda þyngdarstjórnun og draga úr áhættu og hjarta- og æðasjúkdómum sem útskýrir kannski af hverju marga konur kjósa að veita þeim ekstra stuðning og bíða jafnvel alveg með að segja skilið við þau. En hvað getum við þá gert til að styðja við góða efnaskiptaheilsu og hlúa betur á hormónujafnvæginu okkar? Veljum uppbyggilega næringu með prótein í aðalhlutverki fyrir virkni og vellíðan. Prótein eru nauðsynleg fyrir líkamlega burði og viðhald og eru uppistaða hormóna og taugabúðefna. Hlífum okkur jafnframt fyrir neikvæðum áhrifum sykurs og gjörunninnar fæðu sem á truflandi efna á umhverfinu sem geta raska mikilvæg jafnvægi líkamans. Þenjum kerfi reglulega til að viðhalda líkamlegum burðum og tökum frá tíma í hvíld og endurheimt. En þetta þarf ekki að vera flókið. Pröfaðu að byrja daginn á próteinríkri máltíð sem gefur þér örugga orku og setur tóninn fyrir daginn.